Ég mjög þakklátt að fá þetta tækifæri að koma hér á fjallum þar sem hefur verið mitt hjartans mál síðastliðin 20 ár. Og það óstöðug geðsla, sjálfsskaða og sjálfsvígshegðun unglinga og stuðningur við fjölskyldur. Ég hef sérhæft mig í fjölskyldustuðningi sem snýr að tengslamiðuðum stuðningi og ekki þá í kornabörnunum heldur í eldri börnum og úlingum. Ég eins og úlingarnir, ég sveiflast á milli og hef gert það í dag á milli vonleysis og vonar og svartsýnis og bjartsýnis. Og sko það sem ég svolítið upptekin af, einhverja hluta vegna hefur geðheilsa barnanna okkar og úlinga ekki batnað í takt við takt við boð á meðferðum, fjölgun sérfræðinga, það síðast fleiri meðferðartilboð og gagnreynd og allt þetta, en geðheilsan, þetta virðist ekki hafa mikil áhrif á geðheilsu barnanna okkar. Þekkingun okkar hefur aukist dramatískt, en hvað til ráða? Ég hugsi þarna. Skipuritið okkar mögulega orðið og flókið og ruglingslegt og erum að nota allan tíman í að vera í skipuritinu og verkferlunum og ég hugsa oft, stundum erum við kannski bílítið bara eins og 8 ára börn sem ætla að vera að leika sér og það ver allir tíminn í að setja reglur í leiknum og hver á að gera hvað og hvernig, en það algjört auka að einhver leikur fara fram. Ég hef oft hugsað þetta og eins og framkom meðal hans Karin Hjúts í morgun að það ekki allir foreldrar það lánsamir að komast til fullorðinsára og verða foreldrar og hafa átt þokkalega áfallalitla æsku og úlingsár. Þannig að ofta að glíma við mikið vanda og svo við að ætlast til þess að þeir séu til staðar fyrir börnin sín, en við gleymum ofta að það þarf að styrkja þá. Það þar sem ég langar aðeins að bera niður. Ég ætla ekki að fara mikið í sjálfskaðan sjálfan, en aðeins bara varðandi sjálfskaða að þetta vísvitandi líkamlegir áverkar eða eitrun sem einstaklingur veldur sjálfum sér að því að virðist að hann vilji deyja, sem í mótsögn vegna þess að hann vill í rauninni lifa. Og það sem skiptir máli að sjálfskaða hegðun staðfestir eingöngu tilfinningalegan óstöðuleika úlings, hann staðfestir ekkert annað. Þannig að skiptir svo miklu máli að hrapa ekki að neinu. Þarna sjáum við helstu aðferðirnar, það ennþá að hafa skurðirni vinning, pillurnar sækja bratt á, við fylgjum skilgreinir ekki ýmsa áhættu eins og óábyrgt kynlíf, glæfrakstur, sjálfskaða hegðun, þarna erum við kannski að missa út strákana sem í meira kannski glæfra á þessu leyti heldur en stelpurnar. Í dag litið á sjálfskaða hegðun unglinga sem alvarlegan lýðheilsuvanda. Þetta mikið ágefni vegna áhrifa á almenna geðheilsu unglinga og líðan foreldra og þar með styrk þeirra í foreldrahlutverkinu. Þetta veldur aukna álagi, streitu og spennu í unglingahópum, heilbrigðisþjónustu, skóla, frístundastarfi og félagsþjónustu. Sjálfskaða og sjálfshugsanir algengar og óstöðugri, það koma frekar að fara meðal unglinga fullorðinna. Þannig að unglingur getur verið hættur klukkan 2 en ekki klukkan 5 og hættur klukkan 7. Þannig að þetta er svona óstöðugur hópur. Sjálfskaði getur verið flókinn og ruglingslegur og ég skil ekki að koma að vinna með þetta. Unglingur getur sýnt margs konar áhættu hegðun án þess ætlaða tilgangs að deyja eða í þeim ætlaða tilgangi að deyja. Unglingur getur samhliða sjálfskaða, gleymt við geðræna erfiðleika eða ekki. Ef unglingur telur sjálfskaða hjálpar sér við að hafa einhverja stjórn á tilfinningulegum óstöðuleika, af hverju velur hann þessa aðferð frekar en þessa aðferð? Hvað ræður val hans á aðferð? Flestir unglingar í erfiðleikum geta vel ímyndað sér persónlegar aðstæður það erfiðar að dauðinn væri velkostur, en grípa aldrei til sjálfskaða. Flestir unglingar sem í erfiðleikum, og maður þarf að hafa það í huga, skaða sig ekki. Og sérstaklega ég sem vinn á BUGL sem held að það sé bara út allt. En það hefur orðið dramatísk aukning. Við héldum að við í Íslandi að þeir verðum svo hamingjusöm, met í hamingjusemi, en við toppum líka sjálfskaðan, svona alltaf því.
Vítahringur sjálfskaðan, það eru þarna erfiðar og ruglingslega hugsanir, tilfinningar óstöðuleiki, það verður svona overload tilfinningarlegt, mikil spenna, sjálfskaði, tímabundin losun. Spenna lest upp í innra og í samskiptum og þetta er vítahringur sem oft er erfitt að komast út úr. Það hefur ekki verið hægt að sýna fram á að það sé einhver einn áhættuþáttur sem er ábyrjandi líklegri en annar til að unglingur byrja að skaða sig. En þegar að fara saman álagsþættir heima, tilfinningarlegur óstöðuleiki unglingsforeldra, persónleika þættir, geðrænn vandi unglingsforeldra, fötlun eða þroskafrávik, það verður öðruvísi, lágt sjálfsmat og áföll, þá aukast líkur á að unglingur grípi til sjálfskaða til að ráða við ruglingslegar hugsanir, tilfinningar, innri spennu og aðstæður. Þetta er mitt kannski aðal áhugamál, það er fjölskyldan og það eru foreldrarnir. Og þetta eru niðurstöður, við eigum ekkert íslenskt nema að við eigum núna frá greiningar og rannsókn niðurstöður varðandi tíðni sjálfskaða hjá framhaldsskólanemendum og þar er, mér brá því sá þar tölur því að við erum mjög góðir, skorum mjög hátt þar. Það að unglingur skeri sig getur verið að skaði sig, af því það er algengast að skera sig, getur verið mikið tilfinnilegt áfall fyrir foreldra. Spenna, togstreita og vantraust geta farið að lita samskiptin innan fjölskyldunar. Meiri hluti foreldra veit ekki af hegðunni og fær oft fyrstu vitneskju frá vinum unglings, starfsfólki í skóla eða meðferðaraðila ef unglingur í meðferð. En það fylgir sjaldnast tilboðum stuðning fyrir foreldra, þetta er látin vita, sem er vissulega mjög mikilvægt. Líðan, hegðun og viðbrögð foreldra hafa bein áhrif á líðan, hegðun og viðbrögð unglings og öfugt. Þarna myndast gjarnan vanamynstur gagnkvæmrar vansaldar sem erfitt er að komast út úr án aðstoðar. Þetta hefur veruleg áhrif á allt fjölskyldulífið að unglingur er að skaða sig og þar með á systkin unglingsins. Vegna þess að unglingurinn, hann verður í brennudepli óumbeðið. Það snýst allt hann og hann fær við það líka óumbeðin völd og áhrif því fjölskyldan er á tánum í vonum að það dragi úr sjálfskaðanum. Og sko, ekki tala þarna eitthvað svona meðvirk fjölskylda, eitthvað svona. Við sveiflumst þegar er vandi í okkar fjölskyldu, þá reynum við eins og við getum, þó svo að augu sérfræðingsins myndi segja, Vilborg, þetta er ekki rétt. Þannig að meðal annars þess vegna fylgir þessu sektarkennda skömm hjá foreldrum. Það er misskilningur að unglingar sem skaða sig eigi oftast óstabíla foreldra eða búi við ótryggar aðstæður. Þetta er foreldra spurningin, hvers vegna mitt barn? Hvað er að? Talaðu við mig. Það er tilgangslaust að tala við ykkur, skilji ekki neitt. Líkur á að samskipti færi lás margfaldast. Þetta er umhugsunarvert fyrir okkur meðal annars sem eru hér í meðferðargeiranum. Það getur flækt málið að margir unglingar sem skaða sig telja sig ekki geta leita til foreldra eftir öryggi og stuðningi, líta samskiptin við þá sem neikvæð, hamlandi og tilgangslaus. Viðbrögð margra foreldra eru ótti, vanmáttur og úrræðaleysi og þau fara að líta á hegðuna sem sjúkdóm sem að bara fagfólk og sérfræðingar þurfa að lækna. Taktu unglingi minn, hann kemur heim að lokinni meðferð, eða ekki, og þá er. Það sem getur flækt málið enn frekar er að viðhorf og inngrip okkar, fagfólksins, styður þessa skoðun unglings og foreldra. Unglings get ekki leita foreldra og foreldra ég get ekki neitt að því að styður þetta. Vegna þess að það getur leitt til þess að við, en ekki foreldrar, verða svo örgahöfn sem unglingur þarf svo mjög á að halda í þessum óstöðu aðstæðum. Hann þarf ekki svo mjög á okkur að halda, hann þarf á foreldrum sínum að halda. Þannig er hætta að okkar styrkur og trú á eigin hæfni og hvað er rosalega flinkur þerapisti og ég eflist mjög í því hvað ég er flink og þú líka og við erum svo rosalega flink saman en á meðan við erum að tala hvað við erum flink og fjölga gagnreyndum meðferðartilboðum, þá gerist það að unglingurinn finnur ekki örugga höfn foreldra sinna því þeir hafa misst trú
á styrk sinn í foreldrahlutverkinu. En við erum að fjölga meðferðartilboðum. Þetta umhugsunarvert og þetta svartkvítt sem ég að segja, þetta ekki annarkvort eða, en við þurfum að huga meira að þessu. Vegna þess að það hætta á að foreldrar verið ráðvilltir, líka bara venjulegi foreldrar, líka bara ég og þú, ég hún amma, líka bara ég sem amma. Það sem hjá foreldrum lykilatriði, þetta meikar ekki sens. Af hverju hann að þessu? Það getur haft verulega neikvæð áhrif að geðheilsu foreldra sem að geðheilsu fjölskyldunar. Foreldrar eiga erfitt með að skilja hegðunina og sérstaklega hún hafi eitthvað tilgang. Tapa áttum og verða mögulega of stjórnsamir með ströngum boðum og bönnum eða of eftirgefanlegir. Þannig eru tvær öfgar og það mjög líklegt að foreldrar séu öðru hvoru megin. Í úrræðaleysi sínu fara foreldrar mögulega að leita upplýsinga og skýringa út allt. Hringi hvern sérfræðingar og þeir náttúrulega eru margir og misjafnir og segja mjög misjafnt. Þannig að það eykur á ruglingi hjá foreldrunum. Eða eiga krísusamtal við ungling með krísuviðbrögðum beggja. Hann dreginn strax að bráðamóttökunni, innlögnabugl. Unglingur vildi ekki þetta. Þetta hluta því af hverju hann leitar ekki til foreldra, að því hann veit að þessum dramatísku krísuviðbrögðum, sem ekki alltaf en of oft. Foreldrar upplifa að þeir fá ekki nægan skilning og stuðning heilbrigðisstarfsfólks við að skilja og setja hegðunina í merkingabært samhengi til að geta verið nauðsynlegur stuðningur fyrir óstöðugan ungling. Við meðferðaraðilar erum ekki prímært og númer 1 hjá unglingi. Við verðum að taka foreldrana með. Það vitað að það lofar ekki nógu góðu að vera bara einhvers staðar einn með unglingi meðferð vegna þess að það svo hættið, hann kemur í óbreyttar aðstæður heima á sér, það yfirfærist ekki neitt. Þá sagt, heyrðu býta, ertu ekki meðferð? Af hverju hægar það svona áfram? Hvað það sem terapista? Við erum að fara eitthvað annað í meðferð, við erum bara að leita eitthvað annað. Og foreldrar vanrækja eigin þarfir, fjarverar frá vinnu, stórfjölskyldu og vinum. Það sem vitað í dag að gagnast foreldrum almennt illa, að það ofvendun, að vakta ungling og að fjarlægja allt skaðalegt úr umhverfinu. Það getur leitt til, þetta skiptir svo miklu máli að við fagfólk sem komum að þessu, að við séum ekki að brýna fyrir foreldrum að taka allt skaðalegt úr umhverfinu. Ég ekki að segja að við hefum ekki að hafa lært lyf inni bara og almennar öryggisráðstafir. En sko, myndið segja að því það algengt núna skaða sem dúkanýf eða yttarablaða og dúkanýf, getum við sagt, hér á Íslandi bannað að segja yttara. Eða lyf, þetta að fara í apótek og segja, sko, það má ekki selja nein lausasölu lyf. Eða að koma við mynd á úlingum, ef þessi úlingur birtist, það má ekki selja nú neitt. Með því að setja þetta svona í samhengi með foreldrum og unglingi, þá fer oft svona mesta spennan úr þessu og það hægt að ræða svolítið málin. En það þessi ofvendun og það hundlun að láta sig, ok, ég meina, ég get hvort sem ekkert gert í þessu, segir foreldri, og skaða það bara, Vilborg sagði að geti bara haldið áfram að skaða það. Og svo það dæmandi niðurlægjandi viðhorf og eða umvandanir, foreldra, fagfólks og annara. Og ég vil sérstaklega að það ýmislegt sem bendir til þess að við fagfólk og sérstaklega í bráðaþjónustu að við séum með dæmandi viðhorf og afneitun því og dæmandi framkomu og afneitun því. Það vitað að þetta gagnast foreldrum almennt vel. Ekki íslenskum foreldrum, en vonandi hægt að yfirfæra þetta. Þetta það sem foreldrar vilja. Upplýsingar, fræðsla og stuðningshópar geta auðvelda foreldrum að ráða betur við vandann og styðja unglingi sinna uppbyggilegan hátt. Og þarna veita góðar upplýsingar, fræðslu sjálfskáð og sjálfsvíshegðun, styðja foreldrar í foreldrahlutverkinu, sérstaklega í álagsveikjandi aðstæðum. Foreldrar geti tengt við eigin aðstæður. Flétta inn unglingsaldrinum og þroskaviðfangsefnum, ekki vera bara að tala sjálfskaðahegðun.
aðstoða foreldra við að finna gagnlega leiðir til að hlúa sér, skapa tækifæri til að þykja að gefa öðrum foreldrum í sambærilegum aðstæðum. Það er mjög mikið lagt upp úr þessu að þetta miði að þörfum foreldrana en ekki að þörfum okkar eins og við höldum að þarfi foreldrana séu. Af því það er mjög auðvelt og ég lendi því sjálf og örugglega því öll að fremja fræðslu. Og líka fremja stuðning. Ég er að vona að það sé aðeins að draga úr því hjá mér. Hvaða gagnreynda meðferðir virka við sjálfskaða? Það er ekki enn í dag hægt að mæla ákveðið með einni, því enn er til staðar mjög stór þekkingaleg eyða, þrátt fyrir öll gagnreynd meðferðartilboð. Þrátt fyrir þessa aukningu. Heilbrigðiskerfi hafa brugðist við með sífellt fleiri gagnreyndu meðferðartilboðum sem enn er óviss hvaða árangri skila varðandi hegðunina, þessa sjálfskaða hegðun. Og hvað að breyta ef það skilar einhverjum árangri, hvað að breyta að skila árangri, ekki mótilið, meðferðarsambandi. Taktur nota hvaða mótil sem er. Nei, ekki kannski hvaða mótil sem er. Það sem mæli með gagnreyndu fjölskyldumeðferð, það er náttúrulega ég segi þetta að ég er fjölskylduþerapisti, en það er samt vitað í dag, byrjum á fjölskyldunni og byrjum á foreldrum, byrjum á foreldraunglingi, síðan er hægt að greina. En við á Íslandi, við byrjum með þetta, tökum hann úr og setjum hann í viðtöl. Lífslega hugsanar sjálfskaða hegðun unglings er mikill álagsvaldur, þess vegna á öll samskipti í fjölskyldunni og foreldrar geta tímabildi misst styrkleika sína, líka ég og þú. Foreldrar gegna hlutverki í lífi barna sinna og sífellt fleiri meðferðir byggja á að foreldrar séu virkir þátttakendur. Þrátt fyrir að þessa meðferðir lofi góðu og séu gagnreyndar, það hefur enn ekki verið hægt að staðfesta árangur þeirra hvað varðar sjálfskaða hegðunina sjálfa og þetta er árið 2017. Þótt líðan og samskipti batni er ekki víst að sjálfskaða hegðun hætti. Það er svolítið önnur lögmannstundu það. Hvað er til ráða? Lykilatriði er góður stuðningur við foreldrahlutverkið. Foreldrar eru best til þess fallnir að styðja ungling sem skaða sig og systkini hans. Því fyrr sem foreldrar fá stuðning því betra. Styrkur foreldra, og þetta er áhugavert, hefur mesta forsporgildið varðandi jákvæða breytingar. Ekki hversu ég er hæfur þerapisti. Ég var að vona það er illa. Hvar í heilbrigðiskerfinu á stuðningurinn að standa til boða, fyrst og fremst í heilsugæslunni. Á sjúkrahúsi, svo sem Landspítala eða Buglinu eða sjúkrahúsinu Akureyri þegar vandanin er flóknari og alvarlegri. Hins vegar erum við ennþá í þessa þriðjulínu þjónustu að fá og mikið af því sem heilsugæslan getur verið að sinna og það er líka umsjónarefni. Nú, forvarnir, allt sem snýr að því að efla og styrkja börn, eins og við erum búin að vera að heyra núna, því að þrátt fyrir allt sem hefur áunnist, þá hefur okkur enn ekki tekist í alvöru að setja fjölskylduna, okkur sem samfélag, okkur hefur ekki tekist í alvöru að setja fjölskylduna í fyrsta sæti nema á svona einhverjum málþingum og aðdraganda kosninga og já. Og það segir mér að við viljum bara hafa þetta svona. Við viljum ekki hafa fjölskylduna eitthvað ofar. Að því við erum bara þverskurður af og þeir sem við kjósum er líka bara þverskurður af. Við kunnum ekki nógu vel, sennilega þeir verður svona komin að einhverjum norskum brjálæðingum sem komu og sem þróaði svo bjart í sumarhúsum. En ok, við erum ekki enn nógu góð í alvöru fjölfælugu samvinnu. Við erum alltaf að tala já, þessi stétt, best að hafa þessa stétt þarna og þessa stétt. Við kunnum ekki að blanda saman og fjölskyldur líða fyrir það. Við höfum ekki náð að mynda svona heild utan fjölskylduna. Vonandi náum við á endanum lengra en Bjartur í sumarhúsum sem þurfti ekki að öðrum að halda hann hélt bara áfram með sér. Ég sé fullt af ljósum og fullt af möguleikum en svo fyrir svartsýnis, ég ætla að reyna að hanga með henni.
Mér finnst þetta skipta máli. Vel upplýsti og studdir foreldrar, það besti fyrsti kostur. Takk fyrir.